Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að forvitnast nýja verslun sem var að opna í Sunnuhlíð á Akureyri í haust og til mín eru komnar Dagný og Valkyrja. Velkomnar. Takk fyrir. Þetta er þín hugmynd, Dagný, það ekki? Þessi verslun? Jú. Já. Það voru fleiri komnir með hugmyndina. Já. Varst þú svona fyrst til að ríða á vaðið? Já. Já. Segðu okkur aðeins hvernig þetta kom til og segðu okkur aðeins, kannski bara byrjaðu að segja okkur frá þessari verslun. Hvað ertu að selja? Herðu, þú sem sagt leigir bara bás. Já. Og þú kemur bara með þína vörur sem þú hættir að nota. Já. Og við seljum þetta. Já. Þið standi vaktina og eru með afgreiðslukassan, possan og það allt. Já. Er þetta svona, þú sagði það kannski áðan og skýraði vel, kólaport Akureyrar nema þú þarft ekki að standa í básnum? Já. Já. Þetta er eiginlega svolítið þannig. Og hvað eru margir básar? 44. Vá. Og varst að segja mér allt var upptekið fullt, bókað? Það er nánast allt fullt. Já. Og hvað kostar að leigja svona bás ef maður er með eitthvað í geymslunni og vill losna við? Við erum með minnst 2 vikur Já. á 6.990. Vikan? Nei, Eða 2 vikur. 2 vikur saman 6.990. 3 ára á 9.990 Já. og 4 á... Er fólk að taka svona misjafnt, 1, 2, 3, 4 vikur? Er það misjafnt hvað fólk er að gera? Ég vil eitt lengri tími. Já. Við vorum með vikuleigu og við hættum með það. Og bara stutt, eða? Básarnir sem voru lengur, þeim bara gekk miklu betur. Já. Og hvað er með, veitu þið eitthvað með svona gestakomur? Er að koma margir í búðina til ykkar? Það er alltaf einhver í búðinni. Já, bara alltaf einhver. Já. Það er aldrei tómt. Bara svo sjaldan. En hver er opnunartíminn? Við opnum 11 á virkundöfum Já. og lokum klukkan 6. Já. Svo er það bara laugardögum frá 12 til 6. Já. Og þið eru bara búin að dreifa boðskapnum með samfélagsmiðlum eða hvernig auglýsið ykkur. Nú eru þið náttúrulega komin í sjónvarpið og nú er allt tróðið hjá. Þetta er rosalega mikið á Facebook. Já. Þar gerast hlutirnir. Já. Já. Við erum með Snapchat líka. Já. Og er eitthvað eitt vinsælla en annað? Er fólk að leita af einhverju sérstöku? Er þetta barnavörur? Hvernig myndið þið lýsa svona flórunni hjá okkur? Þetta er í rauninni alls konar. Af barnavörunum þá hefur verið að fara rosalega mikið af þessu 66 og Janus og öll þessu hlýja sem er svolítið dýrt, bara út í búð, nýtt. Og svo er þetta bara allt heilt hjá okkur, lítið notað og það fer svolítið mikið af þessu. Já. Og hvernig er fólk að verðleggja? Það verðleggur sjálft sína vöru eða hvað? Já. Og sér það kannski svo ef það hreyfist ekki, ég þarf að lækka þetta aðeins meira, eða er fólk eitthvað að breyta verðinu? Eða? Já, við fylgjumst með sölutölum og þú veist, ef það er lítil hreyfing þá köllum við viðkomandi inn og þá kannski förum við aðeins í básarbreytingu og kannski tjekkum á verðlagningunni og svona. 44 básar og hver og einn einasti bara svolítið tróðfullur, þannig það er mikið af vöru þarna, mikið vöru frambúð. Já, svo erum við gólpláss líka. Já. Fyrir stærri vörur og búðin er bara tróðfull, sko. Maður þarf alveg svolítið tíma til þess að fara í gegnum allt annað. Já, því þú ferð ekki bara og byrjar hér á minnstu fötunum og þetta er bara, hver bás er bara með sitt, þannig að þú ert alltaf að fara í gegnum allt til að... Já, og svo er alltaf að koma nýr, skiljið, þannig að Þú ert að vera þarna daglegu gestur svona til að fylgjast með. Já. En þetta rímar rosalega vel við kannski það sem er að gerast í dag. Fólk er að tala sko þessa miklu sóun kannski, ofgnótt, við eigum svo mikið, en þannig er það svolítið að koma til móts við það að nýta þetta betur og kannski hlífa jörðinni. Akkurat. Þannig að þið eru að tikka hans í mörg box. Já. Þú sagði mér að þú hefði farið á nýsköpunarmiðstöðin og fengið smá aðstoð þar, er það ekki? Jú. Af því að þú varst bara að fara að opna fyrirtæki og hvernig gerir maður það? Og myndir ekki mæla með því, fólk sem er með eitthvað svona hugmyndir að leita þangað? Hygglust. Já. Þú bara pantaði tíma og þær gefaði fund. Já. Og þetta kostar ekki neitt. Nei. Þú hefur engu að tapa að fara með hugmyndina þína þangað. Og þar fyrstu aðstoð með kannski viðskiptaáætlun eða rekstraráætlun eitthvað svoleiðis? Já. Já. Og setti bara í gang? Já. Og þú komst inn í svo á seinni stigum eða hvað? Ég kem inn bara... Í byrjun nánast, bara á öðrum degi og opnum hann eitthvað svoleiðis. Gott að vera saman í þessu. Ég detti í rauninni bara alveg óvart að inn, sko. Já. Þú veist, í starfið. Já.
Þannig að það rosa gaman. Eru þið sjálfar með bása þarna? Já. Já. Já, svona stundum. Já. En við náttúrulega verðum að taka niður og setja upp Já. eftir því sem er laust. Þannig að fyrir utan opnunatíma þá eru þið kannski að brasa á fullu við að setja upp nýja bása og svona eða hvað? Fólk setur náttúrulega sjálft upp básinn nema það kaupi þá þjónustu. Já, já. Þannig að við opnum alltaf klukkutíma fyrir það, einmitt. Svo þau fá næði til að setja upp. Já. En við erum oft utan vinnutíma að brasa í búðinni. Það er alls konar sem þarf að Þetta er alveg bara hillur smíðaðar sérstaklega þarna inn og alveg mikið fyrir þessu haft. Já, já. Þannig lagað. Já. Já, þetta þarf alveg sko töluvert skipulag líka. Já. Excel-skjöl og utanumhald, er það ekki? Alveg þannig. Það var bara meira prófið í því í leiðinni. Já. Æðislegt. Og hvað, er eitthvað stefna, framtíðarstefna með þessa búð? Ætlaðu að opna útibú einhvers staðar? Það er spurning. Það er góð spurning. Kannski alveg nóg í bili. Viljum náttúrulega ekki stækka of hratt. Nei. Af því að hver og einn þarf að hafa tækifæri til þess að selja vöruna sína. Það má ekki vera neitt offramboð. Nei. Þannig að við erum góðar svona í bili. Já. En það er aldrei að vita. Og það er hægt að hafa samband við ykkur bara í gegnum Facebook ef maður vill leigja sér bás. Já. Og það þarf kannski að bíða eitthvað fram í febrúar, er það ekki? Jú. Það losnar eitthvað í janúar. Eitthvað svona einn og einn bás, eða ekki? Já. Það er eitthvað svoleiðis. Bara heyri í ykkur og athuga stöðuna. Og svo ansi pakkaðar samt. Ansi pakkaðar. Þetta er ekki bara barnaföt, þetta er alls konar. Þetta eru skór og fylgihlutir og húsgögnjabil. Já. Já. Við bara skiptum búðinni niður. Já. Þannig að það eru barnaföt í miðjuganginum og svo eru fullorðsföt bara á einum endanum. Já, já. Og svo er náttúrulega hillibásar. Það sem þú getur komið með bara bollastælið þitt eða hvað sem er. Sko. Já. Þá getur þú flokka hillurnar. Bara ein hillan er barna. Já. Hitt er eitthvað svona heimilistengt. Eitt er... Ef ég kem með alls konar, þá er ég ekki bara með einn bás. Þá er ég bara með fötin mín hér kannski, barnafötin mín hér, fullorðinsfötin mín hér og svo á ég eitthvað leiftöð þarna. Þannig að það þarf að halda eitthvað utan það eða hvað. Já. Þetta er mikið spennandi. Aftur nýtt heitir búðin. Já. Og við hvetjum bara fólk til að kíkja í Sunnurhlíð, kíkja á okkur og skoða úrvalið og taka þátt í svona endurnýtingu og sporna gegn sóun. Algjörlega. Að gera. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Sömuleiðis.